gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, það eru forsetakosningarnar. Við höfum nú fjallað það með ýmsum hætti hérna við rauða borðið, en nú ég með svona eilitla sirpu þar sem ég fæ frambjóðendur til þess að koma hingað og ræða eitthvað sem að mér finnst að þau hafi verið að leggja sérstaklega til umræðunar, því að forsetakosningarnar eru náttúrulega ekki bara ráning, heldur það líka hluti af samfélagsumræðunni og eitthvað hafa þessi frambjóðendur nú fram að færa. Og hingað kominn Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir, vertu velkomin. Takk fyrir að bjóða mér. Heyrðu, kannski að þú sá frambjóðandi sem að hefur helst tala svona út frá því að við sittum uppi með halvónýta ríkisstjórn sem að sinni fyrst og fremst svokölluðum sérhagsmunum, fer gegn almannahagsmunum og þingið sé lítil fyrirstæðu því. Já, og ég hef líka hlotið töluverðar skammir fyrir það að ræða pólitík í þessum forsetakosningum. Og það hefur einhvern veginn verið gert glæpsamlegt að tala stjórnmál í þessum forsetakosningum og mér finnst það eiginlega bara í hæsta máta hlægilegt vegna þess að stjórnmál varða jú allt okkar líf. Og maður ansi hugsi núna rúmri viku fyrir kosningar að það engin meiri hluta vilji hjá þjóðinni fyrir neinum frambjóðandana. Það gæti stefnt í það að sá sem að inni yrði bara með rétt rúm 20%. Já, það allavega í þessum skoðanakönnunum sem að við okkur uppálagt að taka nokkurt mark á, jafnvel haldið að okkur að fylgja, þá kemur það bara í ljós að yfir 80% velja ekki þá sem að efstir eru í skoðanakönnunum. Og ennþá fleiri á þjóðinni vilja alls ekki okkur sem neðar mælumst. Þannig að þjóðin hefur í þessum stóra hópi ekki fundið neitt forsetaefni sem að hún sem hópur getur sameinast og það náttúrulega dálítið umhugsunarefni og þá veltir maður því fyrir sér hvað vill íslenska þjóðin og að því að þú segir að þú nefndir þetta væri atvinnuviðtal, þetta auðvitað atvinnuviðtal og forseti hefur ekkert vald nema vald sem þjóðin gefur honum og þessna skiptir engu máli hversu pólitískur forsetaframbjóðandi sá sem kjörinn í þetta embætti og endanum getur raunverulega ekkert gert nema með vilja þjóðarinnar, hann á að vera þjóðin og þessi orði sameiningatákni fleygt til og það lagður í það ýmis skilningur hvað þetta? Þetta einhver óaðfinnanleg manneskja sem að allir geta verið sáttir við. Ég held að slík manneskja bara finnist ekki á jörðinni. Þannig að hvað það þá? Sameiningatákn hlýtur að vera svo manneskja sem getur fundið út hvað það sem þjóðin raunverulega vill og hjálpa henni að feta þá braut sem þjóðin vill fara. Og þegar maður skoðar... En steinum á aðeins að því að í sögunni, það var náttúrulega 67% sem kusu ekki Vigdísi. Og stuttu síðar voru allir mjög ánægðir með hana. Þannig að einhvern veginn hefur forstjórum hingað til, tekist með þjóðinni, að búa til svona sátt. Það er allir rosa ánægðir með forsetann þegar hann kjörinn, þó að meirihluti kjósa hann ekki. Það voru 56% sem kusu ekki Ólaf Ragnar. Það voru 59% sem kusu ekki Guðna. Mikið rétt, en Íslendingar eru líka að hafa þurft að sætta sig við alveg mjög óásættanlega hluti, aftur og kunna það kannski svolítið vel. Og maður finnur það auðvitað að þjóðin langþreytt á því að á hana sé ekki hlustað. En hún ánægð með forsetaembættið? Já. Upplifir það ekki? Já og nei. Mér finnst margir vilja leggja embætti niður vegna þess að forseti sé í raun og veru að þeirra mati gagnslaus. Öðrum og sérstaklega svona eldri kynslóðum þykir vænt þetta embætti, þykir vænt það að hafa í stafni einhverja þá mannesku sem að þeir geta svona einhvern veginn litið til sem einhvers konar, hvað ég var að segja, bara einhvers konar foreldris
hugsanlega. Það tekur á móti gestu fyrir okkar hönd. Já, og þjóðin ekki til skammar. Og svo finnst mér sérstaklega meðal ungs fólks að það sé bara svona fremur lítill áhuga á þessu og þau svona kannski unga fólki sjá ekki beinlínis tilgangin, sé ekki að velta þessu fyrir sér, þannig að já, það nú allur gangur á því hvað fólki finnst þetta embætti. En Steinunn, það sem að mér langar að ræða við það að þú talar eins og að við sitjum uppi með ríkisstjórn sem að almenningu vill ekki hafa, nýtur lítilströss og að þú með þínu framboði, mögulega ef þér tekst að vera forseti, getur einhvern veginn bætt það ástand. Sko, ég ekkert að halda því fram að ríkisstjórnin sé óvinsæl, hún óvinsæl, það sína skoðanakannanir. En þú sá frambjóðandi sem hefur orð á því. Já, sem þetta sé allt í lagi. Vissulega, og þá velti maður því fyrir sér, áttar þjóðin sig á því að hún getur nýtt sinn forseta þegar að þjóðin óánægð með stjórnmálin. Og hún getur gert það með ýmsum hætti. Hún getur beðið forseta til dæmis að skrifa ekki undir lög sem óvinsæl ríkisstjórn leggur fram í þinginu og þá þarf þjóðin bara að biðja það. Samkvæmt tillögum stjórnlagaráðs þá var stungið upp á 10% þjóðar þyrfti að biðja forseta. Katrín Jakobsdóttir með sínum tillögum lagði til 15% minni mig og það má eiginlega einu gilda. Það vilji hjá þjóðinni og fyrrverandi forsætisráðherra að leggja þetta vald í hendur þjóðarinnar af því að þjóðin á að fara með æðsta valdið og ef það ef maður fengi veður af því að þetta væri það sem þjóðin vildi losna við þessa ríkisstjórn, þá getur hún að sjálfsögðu nýtt sinn forseta til þeirra erinda og ef ég vissi að það væri það sem þjóðin vildi, þá væri ég alveg til í að vera sá forseti. Það svolítið munur á því að eins og ofta talað að forseti geti neitað að skrifa undir ykkur lög vegna þess að það sé gjá á milli þings og þjóðar eins og Ólafur Ragnar orðaði það í einstökum málum. Þú komin eiginlega nálægt því að segja að þetta sé aðferð til þess að losna við ríkisstjórn sem hafi eiginlega mist trúnað þjóðarinnar og líka í öðru sem að þú hefur verið að tala að þú hefur sagt að ætla að setja öll mál sem að tengist auðlindum þjóðarinnar varanlegt framsal af þeim nýtingu þeirra til þjóðarinnar eins og að umboði til þess að taka þá ákvarðanir liggja ekki hjá þinginu heldur hjá þjóðinni og má heyra á því hvernig þú rökstur þetta að þingi sé bara eins og það sé bara einhverjum tröllahöndum og geti ekki farið að vilja þjóðarinnar. Já, og ég byggi þetta og getur rökstutt þetta og skal gera það núna. Þjóðin vill fá auðlinda ákvæði inn í stjórnarskrána. Þjóðin vill fá að ráða yfir sínum auðlindum sjálf. Þjóðin vill vernda íslenska náttúru, íslensk dýralíf og lífríki landsins. Og á meðan þessi skýri þjóðarvilji liggur fyrir ríkisstjórnin að leggja á áform með allt aðra hluti. Og þess vegna get ég með fullvissu vegna þess að ég veit það liggur fyrir vilji þjóðarinnar. Þjóðin vill vernda sínar auðlindir. Þess vegna get ég fyrirfram lofa því að þær ráðagerðir ríkisstjórnarinnar sem liggja fyrir í orku og auðlindamálum, ég mun að sjálfsögðu segja við þjóðina þegar ég verð forseti, hvað viljið þið gera? Skoriði á mig, ég búin að lofa ykkur því að synja þessum lögum staðfestingar vegna þess að mér finnst að þið eigið að fá að ráða örlögum okkar og ég stend alveg við það. En ef þessi óánægða þjóð sem getur ekki fundið í þessum stóra hópi frambjóðanda eitt efni sem þau geta sameinast þá velti maður því fyrir sér. Nú að koma vor og það ætti alltaf að vera svo yndislegt og fallegt en það mjög lítið vorlegt inn á Alþingi. Það má segja að þótt að við séum með stjórn sem meirihluti fyrir að það ríki í landinu stjórnarkreppa. Nú forseti hans fyrsta skylda fyrir utan það að fara að vilja þjóðar að verja þingræðið og þingræði til að verja þingræðið þá þarf forseti að sjá til þess að
í landinu sé stjórn sem þingið getur afborið og þingið ekki að afbera þessa stjórn. Við sjáum það. Ráðherrarnir standast vantraust og stjórnir myndi standast vantraust. Já, það vegna þess. Það dansa allir með. Það dansa allir með, en þeir sem að fylgjast með þinginu sjá samt að stjórnarandstaðan að reyna að berjast gegn. Það því miður allt of algengt að því að þingmönnum uppálagt að fara eftir sannfæringu sinni og það allt of oft sem það gerist að þrátt fyrir mótbárur í þinginu þá greiða þingmenn með og þá kristallast sá vandi sem í íslenskum stjórnmálum að frekar skal hangið á valdinu heldur en að fylgja vilja þjóðar og sannfæringu og þetta ómögulegt ástand og þetta stjórnarkreppu ástand, hvað sem hver segir. En ef að stjórnarþingmaður segir að ég greiddi atkvæði gegn samvisku minni vegna þess að samviska mín sagði mér að gera það. Já, ég veit ekki hvað á að gera við svoleiðis fól, ég veit það ekki. Við höfum bara dæmið það, að menn hafa bara opinberlega sagst hafa greitt atkvæði gegn Já, ég meina það verður hver og einn að gera það upp við sig, Smári. Sko, þingmenn kosnir inn á þing til að vinna fyrir þjóðina og ef þeir sífellt að verja eigin hagsmuni en ekki standa vörð hagsmuni þjóðarinnar, þá þetta náttúrulega allt saman einhvern veginn í skrúfunni. Sko, hversu, þú segir þessi stjórnarkreppa, það stjórnarkreppa vegna þess að við sitjum uppi með ríkisstjórn sem að nýtur ekki traust? Ég held að síðasta mæling hafi verið 30%, við erum með þing sem að nýtur ekki traust, ég held að síðasta mæling hafi verið 25%. Við erum með forsætisráðherra sem að 78% af þjóðinni vill ekki hafa þessi forsætisráðherra. Já. Lítur þú á að við eigum að horfast í augu við það að þetta sé raunverulega stjórnarkreppa og við verðum að gera eitthvað í því í staðin fyrir að láta eins og þetta sé í lagi, það sem þetta reyna að adressa? Já, ég velti því fyrir mér, það þetta sem raunverulega liggur á þjóðinni og þá það þjóðarinnar að safna saman hugrekki sínum og kjarki og segja það beint út vegna þess að öll okkar sem erum í framboði, við þurfum að vita hvað það sem þjóðin vill vegna þess að það skiptir engum máli hvað okkur finnst, við höfum ekki umboð. Þú lítur að haft hugmyndum að þeir eru fórst í framboð að þú værir að svara einhverju. Já, ég fór í þetta framboð af ástríðu, bæði var ég hvött til þess og vegna þess að það bara stór hluti fólks í okkar samfélagi sem lítur svo á að þessi nálægð stjórnmálana við forsetaembættið sé ómöguleg vegna þess að forseti verði óhikað að geta staðið með fólkin í landinu. Í okkar stjórnarskrá stendur að forseti megi ekki vera alþingismaður. Það þýðir ekki það að hann megi ekki á sama tíma gegna þingstörfum og vera forseti. Þetta þýðir auðvitað það að það verið að reyna að girða fyrir það að það sé of mikil nálægð á milli þingsins og forsetans af því að forseti verður að hafa hvað ég var að segja, bara svigrúm og andrými burtu frá stjórnmálanum til þess að geta vegið og metið hvað raunverulega í gangi og það afskaplega mikilvægt að hver sá sem forseti skilji pólitíkin í landinu og enginn skilur stjórnmálin betur heldur en almenningur sjálfur vegna þess að þingmenn okkar og ráðherrar, þeir deila ekkit kjörum með almenning í landinu. Bara fyrsta lagi launamunurinn svo mikill að það strax setur stórt skrif í reikningin. Þess vegna mikilvægt að forseti sé manneskja sem deilir kjörum með almenningi, kemur úr þeirra umhverfi og margir segja þú ekkit venjuleg manneskja, þú eitthvað sem kallast fræg leikon á Íslandi. Ég hins vegar venjuleg manneskja. Ég bý við sömu kjör, ég ríkisstarfsmaður, hef aldrei verið hálaunamanneskja, ég hef unnið alls konar störf á íslenskum vinnumarkaði og ég þekki alveg örugglega betur íslensk samfélag að innan að gólfinu frá heldur en til dæmis þeir sem að hafa setið inn á Alþingi í 20-25 ár. Stjórnarskráin, hún gerir ráð fyrir því að forsetinn veiti þinginu aðhald og sé neyðarbremsa vegna þess að það gert ráð fyrir því að það ástand geti komið upp að þingið þjóni ekki almenningi heldur sérhagsmunum og við erum stödd í því ástandi. Við erum stödd í því ástandi. Hvað gerum við því?
Það það sem við verðum að rannsaka. Ég búin að lofa því að standa með þjóðinni í þessum auðlindamálum. Þarf að ganga lengra. Vill þjóðin losna við ríkisstjórnina? Áttar hún sig á því að hún getur beðið sinn forseta að aðstóða sig við það með því að krefjast þess að forseti til dæmis bara samþykki engin lög frá þessari stjórn. Nú þá ætti með réttu ríkisstjórnin að hrökklast frá af því að auðvitað þolir hún ekki við ef hún fær kemur engum málum í gegn. En hún getur reynt að verjast. Hún getur með því að biðja 3/4 þingheims að standa saman, krafist þess að forseti fari frá. Og þá verður að kalla til þjóðaratkvæðagreiðslu og þá það þjóðin sem öðru sinni velur þá á milli forseta og stjórnar. Nú ef þjóðin velur forsetan, þá stjórnin fallin og þá þarf að boða til alþingiskosninga og þetta vald hefur þjóðin og þjóðin þarf að átta sig á því og þarna forseti ekki gagnslaus, þarna hann mikilvægur ef það viljið þjóðarinnar að losna við ríkisstjórnina og ef maður á að taka mark á þeim skoðanakönnunum og þeirri óánægju sem varð núna bara við stjórnarskiptin síðustu, þá það sem þjóðin að segja, en þorir hún að standa með því, þorir hún kannski að ljúka því verki sem var hafið í búsáhaldabyltingunni, þorir hún að ljúka því núna, það sem hún vill, eða treystir hún sér ekki til þess. Það náttúrulega sumir vilja það en sumir vilja það ekki. Já. Ég meina forsætisráðherra núna, Bjarni Benediktsson, hann myndi líklega að segja að fólk hefur bara aldrei haft það betra. Það aldrei verið betra á Íslandi. Þannig að hverju ertu að lýsa? Já, þetta veruleiki sem ég kannast ekki við, myndi hann segja. Já, hagvöxturinn sem Bjarni mælir, hann mælist hár. Og það þjónustar vel fyrirtæki og þá ríkustu og þá sem ráða mestu í landin okkar. Þessi hagvöxtur skila sér ekki til almennings vegna þess að aldrei hefur verið raunverulega svona þrengri staða meðal venjulegs fólks og þetta svona allan heim vegna þess að samþjöppun valdsins hefur gert það að verkum og hinn glimrandi hagvöxtur hinna ríku bitnar á þeim sem fátækari og við sjáum það til dæmis strax að miklu færri ferðamenn ætla sér að koma til Íslands í sumar en áður. Það þýðir það að fólk hefur almennt í veröldinni úr minna fjármagni að spila. Nei, það bara dýrt hérna í Íslandi. Já, og svo það náttúrulega líka það. En að samaskapi lífsbaráttan harðari hér núna heldur hún hefur áður verið. Húsnæðismarkaðurinn bundin í eignarhaldsfélögum og leigufélögum og ungt fólk og fólk sem á ekki fasteignir í verulegum vanda að koma þaki yfir höfuðið. Og dýrtíðin mjög mikil, matarkostnaður mjög hár á Íslandi með við það sem gerist annar staðar og það líka skerðir lífsgæði fólks og svo náttúrulega pottur brotin í okkar velferðarkerfi víða. 100.000 manna undirskriftarlista til bjargar heilbrigðiskerfinu skilaði nákvæmlega engu nema síður væri. Mótmæli fólks undirskriftarlistar og óánægju raddir og útifundir. Ég ætla ekki að segja það skili engu en það ekkert verið að hlusta á fólkið í landinu. Það ekki verið að hlusta á þessar óánægju raddir þannig að Bjarna má finnast það að allt gangi ljómandi vel en Bjarni líka hunsar veruleika venjulegs fólks. Þú hefur farið víða í tilefni af þessu framboði og með öðrum frambjóðandustundum í svona umræðu þætti og andrúmi sem á þeim stöðum, spurningarna sem þú færð, það ekki meira svona úr heimi Bjarna að það sé látið að hér sé allt bara í góðu standi? Jú, það náttúrulega sá ímynd. Og svo ert þú þarna og lætur eins og allt sé að leysast upp? Nei, ég ég hef bullandi trú á íslensku þjóðinni. Og ég held að við gætum haft það svo ósköp gott hérna ef að við
byggjum við það að hér væri stjórnvöld sem væri að vinna velferð landsmanna. Það er ekkert að íslensku fólki, það er ekkert að því fólki sem býr á þessu landi. Það hins vegar býr við ógnarstjórn, það býr við ráðherraræði sem það valdi sér, það býr við ráðherraræði sem fer með valdið að geðþótta og eftir duttlungum og til þjónkunar við sérhagsmunni og sko þetta er rannsóknarefni það að kjósa yfir sig hrunflokka aftur og aftur og maður velti fyrir sig hvað er þetta? Er þetta þessi djúpstæða hræðsla sem býr innra með okkur Íslendingum að það sé svo stutt síðan að okkur var svo kalt og við áttum bara ekki neitt að best sé að haldast sér nálagt þeim sem að allavega á yfirborðinu virka sterkir ef að það er saman sem merkir við það að vera ríkur. Þetta er betra að vera í vondri vist en engri. Já og þetta er eiginlega dálítið raunalegt að þá er eins og svona tilfinningin inn í okkur sé svo að við getum einungis varið okkur með því að halla okkur af þeim sem eru samt vondir við okkur eða eru ekki að vinna að okkar hagsmunum. Og þá er þetta eitthvað spurningum að bera ekki nógu mikla virðingu fyrir sjálfum sér. Ég meina við eigum allt gott skilið. Við búum hérna í einu ríkasta landi veraldar og það er bara stórfurðulegt að hér sé ekki bara glimrandi velferð og öldruðum og þeim sem búa við skerðingar og engin líði skort. Já, engin líði skort og að við séum ekki í fremst. Já, einmitt, nú er verið á þinginu að girða fyrir fjölskyldusameiningar þannig að það færist enn meiri harka í stjórnmálin á hverjum degi og við ættum að vera þessi þjóð sem búum í þessari náttúruperlu, við ættum að vera fremst meðal þjóða til dæmis að fara fram eins og núna margar nágrannaþjóður okkar er að velta fyrir sig mjög alvarlega að líta á eyðileggingu náttúru og lífríkis sem vistmorð og þetta eru margar þjóðir að hugsa að setja í lög, ég held að Belgía sé komin hvað einna lengst vegna þess að það er sameiginleg ábyrgð allra sem búa á jörðinni að varðveita, þetta er okkar eina heimili og við verðum að ganga betur um það. Þetta vitum við. En þú kannastu það að stundum er sagt að lýðræði sem engallað, það er að skafta sig við höfum, þannig það sé betra að sætta sig við vonda niðurstöðu sem kemur með lýðræðislegum hætti, eins og við kjósum þing og þingið velur sér ríkisstjórn og ríkisstjórnin velur sér Bjarna Benediktsson sem forsætisráðherra og þannig er það bara, það er kannski ekki það sem að þú telur vera heppilegast, kannski er það ekki það heppilegasta en þetta aðferðin var hins vegar svo besta sem við höfum. Telur þú að forsetinn eigi að koma þarna og vera einhver svona varðmaður að lýðræðið verði að skila niðurstöðu sem er í meiri takt við vilja lýðsins en þetta? Sko, ég get ekki dæmi, segjum að þú hafi verið forseti og það er Katrín Jakobsdóttir ákveður að fara í forsetaframboð og Bjarni Benediktsson verður forsætisráðherra. Þeir eru kunnugt það að þjóðin bara vill síst af öllu þennan mann. Bara þú getur eiginlega spurt alla sem eru á Íslandi hvernig vill það þessu forsætisráðherra. Bjarni myndi skora hæðst í því að vilja það ekki. Það er bara staðan, við lifum við það. Og hvað myndir þú gera sem forseti? Myndir þú segja bara, heyrðu Bjarni minn, þú getur ekki orðið forsætisráðherra? Sko ég myndi segja og nú veit ég ekki hvað þeim fór á milli, Guðna og Bjarna. En ef ég hefði verið forseti þá hefði ég sagt Bjarni minn, ertu viss að það sé stemning fyrir þér? Ég vil bara vera forseti. Já, allt í lagi Bjarni minn. En hvað með, svo ég bara byrjaði... Og 15 mann sem að kursum í kraganum. Ég sá þingmaður sem hefur mest flest aðkvæða bakum mig. Já, en eigum við kannski að rifi, nei, ok, var það Jóhann að kenna, allt í lagi. Svo hefði maður geta farið svona aðeins áfram. Forseti getur náttúrulega ekki, sko, ef það er meiri hluti fyrir stjórn, þá getur forseti ekkert gert í því. Það er 36 manna meiri hluti í þinginu. Já, en auðvitað getur forseti
sagt við þann sem vill vera forsætisráðherra, sem í þessu tilfelli, því að þú tekur nú Bjarna, sem hefur því miður dálítið brokkgenga sögu sem stjórnmálamaður, svo ekki sé sterkarlega orðatekið, og það bara örfáir mánuður síðan hann þurfti að segja af sér. Hefur áunnið sem mikið vantraust. Já, hann hefur gert það og því var ekkit óeðlilegt að forseti færði það í orð við slíkan mann að kannski væri ekki alveg stemning fyrir honum. Í þeirri von að viðkomandi ráðherra hefði þá sómatilfinningu til að bera að skynja vilja þjóðarinnar og það nú sérstaklega virðist vera núna svona hvernig segja það sem kallað var í galanda íhaldsöflin í samfélaginu sem vilja einn ákveðin forsetaframbjóðanda til starfa og vilja að við metum hlutina út frá skoðanakönnunum og þá segi ég við Bjarni, skoðanakannanir benda nú rækilega til þess að vinsældir þínar séu nú ekki kannski að þær séu nú ekki merkjanlegar. Þá segir Bjarni, Steinunn, við lifum á Íslandi og það þingræði og það sem er meiri hluti fyrir þinginu, hann myndar sér í sína ríkisstjórn og hver flokkur hann útdeilir sínum ráðherrum. Ég lít svo á að þér beri bara að við falla stimplu upp á þetta og ég bara kaupi ekki þessa hugmyndi þínar að þú sett eitthvað fyrirstaða fyrir þingræðinu. Nei, enda ég ekki neinn fyrirstaða, ég bara ræða við hann eins og maður og mann. Það það sem forseti gerir þegar ný stjórn tekur við, þá ræðir forseti við fólkið, hann hefur ekki vald til þess að stýra því, hann gefur að vísu stjórnarmyndunar umboð eftir kosningar eins og allir vita, en hann hefur dagskrárvald til þess að tala við fólk og reyna að sýna fram á þann vilja þjóðar sem augljóslega liggur fyrir. En varst þú ekki pínult að segja hérna rétt á hann að lokasetningin væri kannski í samtalið þínu og Bjarna sem við erum að leika hérna. Væri það, Bjarni minni, þú mátt alveg vera forsætisráðherra, en ég mun ekki skrifa undir nein lög sem að koma frá þinginu. Nei, ég get ekkit sagt það. Ég get sagt bara, Bjarni, allt í lagi, gott og vel, þú verður forsætisráðherra, það þinn vilji. Þjóðin mun síðan meta þau frumvörp sem þú leggur fram. Vilji þjóðin ekki samþykkja þau frumvörp, þá biðja þau mig að staðfesta ekki þau lög og þá fyrirfram skal ég segja þér að ég mun standa með þjóðinni í þeim efnum. Og hvetja hana til að láta hugsin í Ég þarf ekkert að hvetja þjóðina til þess. Ég vil bara að þjóðin átti sig á því að hún getur nýtt sinn forseta á þennan hátt. Og ef þjóðinni finnst erfitt að segja upphátt hvað raunverulega býr henni í brjósti, þá getur hún beðið forsetan að taka slíka slagi fyrir sig. Já, Guðni held ég hafi sagt eitthvað, honum barst bara eiginlega engin hvatning nógu sterk til þess að íhugaði það að skrifa ekki undir. Já, og ef þannig ástætt í samfélaginu að þjóðin vill ekki að forseti beiti sér, þá gerir forseti það ekki, hann finnur það ekki upp hjá sjálfum sér, forseti hefur ekkert frumkvæðisvald, forseti ekkert nema vilji þjóðar, ekki neitt. En hver þá munurinn á þér sem forseta eða Guðna eða bara hverju sem öðrum? Er það munurinn sá að þú segir að... Munurinn sá að ég vil vekja fólk til meðvitundar það vald sem þjóðin hefur. Ég vil færa valdið til þjóðarinnar. Það þjóðin sem velur forseta og þetta einu kosningarnir þar sem gildir eitt atkvæði á mann og svo manneskja sem að verður valin í embætti forseta þarf að vera auðmjúkur þjóðarinnar og þjóðin á að vera óhrædd við að nýta þá mannesku í þau verk sem þarf að vinna. Og þú telur að þurfa að vinna einhver verk. Þú ósátt við ríkisstjórnina. Það skiptir engu máli hvað mér finnst þessa ríkisstjórn. En ég spyrði, þú ósátt við ríkisstjórnina. Það bara skiptir engu máli hvað mér finnst þessa ríkisstjórn. Já, að sjálfsögðu, þessi frumvörp náttúrulega bara aðför gegn sjálfstæði okkar og vega líka mannréttindum okkar og fyrir nú utan þann skaða sem að mun hljótast af þessum frumvörpum bæði í orku og sjávarútveginum og að sjálfsögðu ég því mótfallin og það ekki neinum persónlegum ástæðum sem ég mótfallin því. Ég mótfallin því vegna þess að þetta mun skerða lífshamingu, mannréttindi og sjálfstæði Íslendinga til frambúðar og ég velti því fyrir mér hver trú stjórnmálamannana
sé. Vegna þess að ég held að það búi ekki bara einhver spillingabaki, að það sé einhverjir að maka krókin. Eflaust það þannig. Eins og við þekkjum allstaðar úr veröldinni, þar sem hefur tekið sig upp gullgrafara æði í orku og auðlindamálum, þá hefur alltaf komið í ljós að einhverjir maka krókin fyrir utan þá augljósu enga aðila sem að mest græða. En ég held að það sé ekki bara það upp á teningnum hérna. Ég held að það sé líka einhver minnimáttarkennd í þessu sem að kristallast í þessum frumvörpum, einhver minnimáttarkennd það að við séum ekki nógu stór þjóð, að okkur sé best borgið með aðstoð annarra þjóða, með þeirra sem að hafa unnið mikla vinninga í vindmyllubransanum eða sjókvíeldisbransanum. Það eru nokkur erlend fyrirtæki í vindmyllubransanum sem Íslendingar líta helst til. Það eru norskir umhverfissóðar og sem að íslensk stjórnvöld virða sérstaklega vera hrifin af, og það kristallast þarna einhver minnimáttarkennd sem kemur fram með því að við getum ekki gert hlutina vel sjálf og betur sé að aðrir sjá þetta fyrir okkur, og einhver ofurtrú á kerfi, að nýta sér kerfi sem hafi verið nýtt áður og það sé gott að yfirfæra þau yfir á Ísland. Það sem að gleymist í þessu, ef að þú setur allt í kerfi, ef þú raðar upp öllu þjóðfélaginu og skiptir því upp í svæði, atvinnusvæði sem eru annars vegar ferðamannaiðnaður, hins vegar mengandi matvælaiðnaður, hins vegar ykkur orku vesenis uppbyggingar iðnaður, að þá sért að tryggja þjóðinni velsæld með störfum í þessum iðnaði. Það sem gleymist í þessu að þetta held ég alls ekki samræmanlegt við hinn skapandi huga sem býr í hverju einustu mannesku, sem hugsar ekki bara það að fá vinnu, einhverja láglauna vinnu í þjónustustarfi í ferðabransanum eða láglauna vinnu í einhverjum, við skulum segja, bara einhverjum mengandi stóriðju eða mengandi matvælaframleiðslu við slátrun eða pökkun. Ég held að íslensku þjóðinni langi til að gera svo margt annað, vinna að skapandi verkefnum, grænum markmiðum og gera bara margt svo ótrúlega skemmtilegt. Við erum öll skapandi og okkur langar ekkert að fara inn í þetta box sem verið að teikna upp fyrir okkur. Við erum öll frábær, en svo þegar við komum saman, við erum öll frábær, við erum misfrábær. Já. Þetta eins og þessi lýsing á okkur blokk sem allir eru alveg frábærir, en húsfélag alveg glatað. Já, hvernig stendur á því? Að allt þetta frábæra fólk svona lélegt í því að kjósa í húsfélagið? Vegna þess að ég held að við... Við bara stutt að sögu. Já, ég held að sé of stutt síðan að við vorum bara í áþján. Náttúrulega vósbúð en líka svo undirsátar annarra þjóða. Og hræðslan við það að vera einhvern veginn bara komin út á guð og gaddinn, hún búi í erfðamengi okkar. Það ástæða fyrir því að þú sem hefur verið svona kannski með gagnrýnni frambjóðendum, sökuð að vera með einelti? Að sá sem að gaggrínir valdið líklega, býst við að þú setja gaggrínir valdið, að hann sé eldirhellir? Já, algjörlega, ég meina ég bara verða að þakka Kolbrúnu Bergþórsdóttur fyrir að skrifa þessa grein og setja hlutin í dálítið samhengi. Það svona hópur í okkar samfélagi sem að finnst pólitík og stjórnmál hálfgerður óþverri og líta á það sem dónaskap að tala stjórnmál. Og ég hef greinilega sært tilfinningar þessa fína fólks og það verður bara að hafa það vegna þess að ég held að þorri almennings sé annarrar skoðunar. Ég hef aldrei sagt styggðaryrði Katrínu Jakobsdóttur. Ég hef gagnrýnt hana sem stjórnmálamann og ég sem borgari í þessu landi hef til þess fullt leyfi. Í hverju einustu viku eru skrifaðar í blöðin greinar þar sem að fólk að rekja, hvað ég var að segja, með vanþóknun feril hennar stjórnmálaflokks og þeirra stjórnar sem hún hefur farið fyrir, þeirra kosningalofórða sem hafa verið svikin og þeirra, hvað ég var að segja, þeirra vonbrigða sem að almenningur upplifir, bæði með stjórn Katrínar og nú Bjarna.
sem raunverulegu vonbrigði. Ég vil bara skjóta inn þegar maður ræðir við fólk þetta, þá talar fólk þessi vonbrigði bara svipað og vonbrigði sem hafa orðið bara í nánum samskiptum. Já, og ég hafna því að það megi ekki segja sannleikan, að það megi ekki tala opinskátt í okkar samfélagi og það sé einhverjir siðapóstular á kantinum að segja okkur hvað megi tala, hvað sé viðeigandi og hvað sé óviðeigandi. Það sem er viðeigandi. Það verið að segja við þig að þú sem frambjóðandi til forseta ert óviðeigandi frambjóðandi. Já. Menni þú annars konar frambjóðandi heldur en við reiknaðum með. Já, það verður bara svo að vera. Ég hef tekið að mér að vera óþekki frambjóðandinn vegna þess að ég vil ljá þessu embætti einhvers konar meiningu. Vegna þess að þetta meiningarleysi sem að er svona einhvern veginn umvefur embættið, þessi fjölbreytta sýn sem að er á lofti, hann á að vera sameiningatákn, hann á að halda sér til hlés, hann á að vera vörður, standa vörður með þjóðinni, hann á að vera góður gestgjafi, fólk hefur mjög ólíkar hugmyndur það hvað forseti á eiginlega að vera. Umræðan er stanslaus það að hann eigi að vera sameiningatákn og núna ef við horfum á stöðun í okkar samfélagi þá er brýnt að komast að því hvað vill þjóðin af því að hún vill augljóslega ekkert þessara forseta efna, hún getur ekki sameinast neitt þeirra. Hún heldur ekki þig, ég verða að Nei, að sjálfsögðu, ég meina hún vil alls ekki mig og alls ekki okkur sem lægst mælum, en hún vil heldur ekki þá sem eru efst. Meir en 80% þjóðarinnar velja ekki þau 4 efstu heldur. Og það er ákveðin vísbending það að það er engin meiri hluta sátt neitt frambjóðundana og að halda því fram að einn eða annar sé að taka stökk með 20-22% fylgi, þetta er náttúrulega bara hlægilegt. Herðu, samkvæmt skoðanakönnunum að þá er framboðið þitt ekki að skila miklum árangri, en telurðu að framboð þitt hafi haft áhrif á umræðuna í kosningabaráttunni og megi kannski merkja áhrifið af því að til dæmis veikri stöðu Katrínar, lagareldisfrumvarpið sem að ég held að þú hefur komið með inn í þessu umræðu hefur verið nefnt held í flestum svona umræðu þáttum, þannig að það má benda á svona ímið svona óbein áhrif af framboðinu. Já, ég dró ekki upp þetta lagareldisfrumvarp bara gamni mínu, það bara kom upp í fangið á mér. Það var til umræðu í þinginu þann dag sem ég var í pallborði með Katrínu og það er nákvæmlega svoleiðis mál eins og lagareldisfrumvarpið sem að þjóðin þarf að vera verulega upplýst og þarf að geta fengið að beita sínum þjóðarvilja vegna þessa frumvarpið eins og það var lagt fram og var búið að vera til gerðar og skrifta í þinginu langan tíma eftir margar umsagnir, þannig að öllum skal vera ljóst að þetta frumvarp sem Katrín var hennar síðasta embættisverk að leggja fram í þinginu, hún getur ekkert skorast undan þeirri pólitísku ábyrgð að hún ber ábyrgð á því frumvarpi sem hvað á að gefa okkar auðlindir aldur og ævi. Undan þeirri ábyrgð getur hún ekkert vikist hvað sem hún segir. Þannig ég að spyrja frambóðið þitt. Já, jú. Meturu áhrif þess á okkur annan hátt heldur en Já, ég lít svo á að ástríða mín fyrir landinu og velferð fólksins í landinu og lífríkisins að þetta sé vegferð sem er miklu stærri en ég sjálf. Þetta er ekki persónuleg metnaðarferð. Ég hef engan áhuga á því á völdum, peningum eða því að drottna yfir einum eða neinum. Ég hins vegar veit að ástríða mín fyrir Ísland og Íslendingum er ekki erindisleysa og já, ég er alveg sannfærð það að ég hef komið inn í þessa umræðu með ýmislegt sem hefur breytt umræðunni og vonandi til hins betra, þar að segja fengi fólk til þess að ræða kannski aðeins betur
hvað snýst þetta embætti, hvað getur forseti gert og hvað vill fólk eiginlega og líka ég hef bent á það sem hefur nú ekkert farið hátt vegna þess að við höfum verið að þrátta ýmislegt annað á Íslandi á meðan var verið að leggja á ráðin gullgrafaraæði í orkumálunum og leggja á ráðin með það að selja frá okkur auðlindirnar og ég þeirrar skoðunar og reyndar þjóðin öll að við höfum nú gert nú þegar ansi vel við kvótagreifa landsins og drottningar og við þurfum ekki að gefa meir. Ég sé ekki að við stöndum í frekari þakkarskuld við það fólk. Já. Það eftir að koma í ljós hvað þessar kosningar eru, þannig að það er mörg tilboð í gangi. Já. Til dæmis hvort að hvað fólk situr á pítsuna. Ég býst að þú hefur verið að svara alls kyns spurningum. Ég borða bara ekki pítsur, ég er búin að fá þessa spurningu svona 20 sinnum og hef þurft að, ég segi ekki græta blaðamenn með því að svara, ég borða ekki pítsur, en ég borða ekki pítsur, mér verður illt af þeim. Já. Og ég held reyndar að Dominos pítsur séu bara mjög slæmar fyrir þjóðina og þjóðin ætti að leggja af það át. Já. Kannski verður kosið Domino pítsur. Ég er bara að benda á að það er það er ekki ljóst hvað verður kosið. Því það er í það endalaust tilboð í gangi hvað er kosið. Heyrðu, ég verð að segja að það var svo dýrlega gaman í þessu boði hjá henni Ásdísi Rán. Hún er svo stór manneskja og örláta að kalla til þessara veislu og bara þessi hugmynd að láta fólk sem er í forsetaframboði koma saman í veislu eins og kátir piltar sem að fara saman út og skemmta sér er svo dásamlegt, þetta er svo falleg hugsun í þessu og þetta var glæsilegt boð, þetta var lítið jazzband og góðar veitingar og notaleg stemning en hún hélt frábæra ræðu. Og kom nú í ljós hvað hún er bæði greind og fyndin. Sem fer oft saman. Og hún til dæmis sagði svona grínnutugum tón að þegar að ég er orðin forseti þá ætla ég að banna skoðanakannanir og svo ætla ég að banna Heimi Má, fréttamann á Stöð 2 og þá get ég sagt í grínnutugum tón núna verði ég forseti þá mun ég leggja til að allir hætta að borða Dominos pítsur vegna þess að ég held að það séu skaðlegar heilsu og lífi fólks í landinu. Steinunn Ólína, takk fyrir að koma hingað. Takk fyrir að bjóða mér. Já, ég þakka Steinunni kærlega fyrir og öllum gestur sem hafa komið hingað kvöld minni á að við munum halda áfram að ræða við forsetaframbjóður á morgun. Við ræddum við Jón Gnarr og Steinunni Ólínu í kvöld en á morgun tölum við höllurnar. Halla Tómasdóttir og Halla Hrund Logadóttir koma hingað og ég ræði við þær svona þau mál sem að þær hafa helst lagt áherslu á í kosningabaráttunni. Þetta eru lokin á rauðaborðinu í kvöld. Ég minni á að þetta er svona smá galdur hérna að ég spjalla við fólk og aðri sem að hér sitja fá hinga gesti en þetta verður fjölmiðlun þegar þið byrjuð að hlusta og þið getið hjálpað okkur við að byggja upp samstöðuna, byggja upp dreifikerfið. Það er gert með því að þið látið vita af efni sem ykkur líkar, vinnum og vandamenn, látið vita af því. Þannig byggist upp dreifikerfið okkar og við náum lengra. Þið getið bent á að við erum á Facebook og við erum á YouTube og við erum á öllum hlaðvarpsveitum, við erum í útvarpinu 89,1 á Stórhöfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þær útasendingar á spilarann sem er á netinu, spilarinn.is, en spilarinn líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útastöðar, hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem að fá sjónvarpsendingarnar frá símanum. Þar erum við nú með 5 á fjarstýringunni. Kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni. 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins samfélagsumræðu við þetta rauðaborð og í öðrum þáttum samstöðunar. Þið sem að sjáið eitthvað virði í samstöðunni fyrir Íslands samfélag geta lagt okkur lið með því að gerast áskrifundur. Það kostar 2.500 krónur á mánuði sem að mér er sagt að sé lágt verð með við það efni sem við búum til hér. Þið getið farið inn á samstöðum.is, það er hnappur sem ástendur áskrift og það getið skráð ykkur. Þið getið ekki borga meira við viljið og þið sem er kjósið getið látið áskriftina renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Þetta er sem sagt fjölmiðill í eigu áheyrenda og lesenda en fyrst og fremst áskrifenda. Allt sem við sjáum hér og heyrið er í boði áskrifenda og við þökkum kærlega fyrir. Ég verð hér aftur á morgun klukkan 8 en ég þakka fyrir mig í bili og segi góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.
sláist í hópinn og gerist áskrifendur.